Hvað með vökvunina? Allt sem við ætlum að rækta þarfnast ástar og sú ást skilar sér best þegar hún er í formi vatns. En þá er spurningin hversu mikið? Best er auðvitað að taka stöðuna á moldinni með að koma við hana, að vökva moldina eða í skál sem er undir pottunum með hvoru tveggja í góðu lagi. Í flestum tilvikum er best að vökva undir plönturnar og finna þar af leiðandi þennan blessaða meðalveg sem getur verið mjög vandfundinn. Við viljum alls ekki að plantan standi of lengi í vatni, nema þá einna helst hortensía og einstaka blóm. En hvort sem það eru sumarblóm eða matjurtir, þá er alltaf betra að úða ekki beint ofan á plönturnar. Við reynum helst að vökva í jarðveginn. Blóm eru viðkvæm fyrir mikilli yfirvökvun og geta þau auðveldlega skemmst. Og þá líka við grænmeti eins og spergilkál og blómkál.